Dagskrárliður hérna hjá okkur. Jóhanna Þorbjörg Magnúsdóttir sem í öryggisnefnd LH. Hún ætlar að fara yfir viðbragðsáætlun við slysum á Móstað. Varst ekki tilbúin? Já. Það er svo skelfingu lostin á svipinn. En hún Jóhanna ætlar að kynna sem sagt viðbragðsáætlanir sem að og það verður glæri sjó. Halldór hafi ekki nógu tæknimættur sko. Til á tali. Nóg talsins. Ég treysti á að sér hlusta á mig. Góð kvöldið. Ég heiti Jóhanna, þetta er komið fram og ég hérna fyrir öryggisnefnd LH og þetta er sem sagt algjör nýlunda sem við erum að koma með inn. Þetta helst svolítið í hendur við herferðin okkar sem hefur yfirskriftina öryggi hestamanna, nú bætum við í sem ég vona allir séu búin að kynna sér. En höfundar af þessari viðbragðsáætlun er náttúrulega við í öryggisnefndinni og ég og svo Jóhann Már Andersen sem er yfirlæknir hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands. En fyrir ykkur sem ekki viti að þá er ég bæði sjúkraflutningamaður og lögreglumaður og þetta er mér svona hugleikið og það sem að við erum að leggja til hérna er einfalt og þetta er til mótshaldara og náttúrulega knapa líka en fyrst og fremst mótshaldara. Og þetta er þannig að bara viðbragðsáætlun hún tekur til hvers kyns slysa eða óhappa sem gerast á meðan á móti stendur. Og þetta er það sem við erum að leggja til hér er að mótstjórn skipar öryggisfulltrúa sem hefur yfirumsjón með atvikum sem uppkoma og skal mótstjórn og eða yfirdómari tilkynna öryggisfulltrúa slys og óhöpp. Svo er það þessi öryggisfulltrúi sem leiðbeinir frekara viðbragð eftir alvarleika atviks. Svo er það þetta hérna sem að skiptir miklu máli og það er þetta hér sem heitir háorkuslys. Og við hestamenn erum í hættu á að verða fyrir háorkuáverkum. Það voru gömul viðmið sem að töldu til dæmis að ef það er eki á gangandi vegfaranda á 30 km á klukkustund þá telst það háorkuáverki. Það er bara mjög alvarlegt og það ber að taka því mjög alvarlega og bregðast við því strax. Í dag er þetta er aðeins búið að breyta þessu og hvað má segja, kríterían er til dæmis þessi að falla úr 3 metra hæð, börn og fullorðnir, það er háorkuáverki, eki á gangandi vegfaranda með marktæku höggi. Það er þessi breyting sem hefur orðið. Það er ekki skilgreining á kílómetrum á klukkustund, en það er marktækt högg. Og svo er það fall af hestbaki með marktæku höggi. En það er svona óformleg tímataka eða að hestur sem er til dæmis á fljúgandi ferðaskeiði getur náð 50-60 km hraða. Þannig þetta er bara eitthvað fyrir okkur að hafa í huga. En þessi viðbragðsáætlun tekur til að það bara skal undantekningarlaust hringja í 112 sé grunur þennan háorkuáverka. Og það er þetta marktækt högg. Og svo er það náttúrulega bara heilbrigð skynsemi sem að ræður þarna líka. Eins og staðan í dag er þetta tilmæli en við ætlum að leggja til að þetta verði bara að reglu og haldist í hendur við mótskýrslu. Þannig að mót sé ekki löglegt nema mótshaldari búið til eða hafi þennan öryggisfulltrúa. Það fer ekki í gegn alveg strax en við viljum bara eindregið mælast til þess að mótshaldari hafi þetta í hug og byrja að tileinkja sér þetta. Aðeins tölur 2019 og 2020 þá voru 37 fluttir slasaðir með sjúkrabíl og þar af 25-30 alvarlega slasaðir. Og þetta eru þeir sem eru annað bara skrámur og alveg upp í alvarlegar heilablæðingar. Og þetta eru þeir sem eru fluttir en ekki þeir sem koma á einvegum. Þannig þetta eru stórar tölur. Þú ert að tala um hestaslys. Ég er bara að tala um hestaslys. Og bara þá sem eru fluttir með sjúkrabíl, ekki þeir sem gætu koma í einvegum. Þannig að bara fyrir okkur öll að hafa í huga, bæta við öryggi okkar og og svo tekið undir að vinum að þó þetta sé alvarlegt málefni að þá bara ætlum við að bæta í og hafa þetta í huga. Takk fyrir.